það er alveg rétt hjá þér. Geggja. En við erum nefnilega búin að vera með Eva-lítið svolítið lengi, en yfirleitt er þetta bara svona stærðfræðibækur og tölvuleikur, en það er svo margt sem að dýrin að hugsa og gera. Ég hef að lesa með pappa. Í alvörunni, en gaman. Og við stundum, ég og Siggi sem að vinnur líka við að láta dýrin gera allt sem þau geta gert í leiknum. Við erum oft að tala öll dýrin sem til þar og hvernig þau eru og hvað þeim er skemmtilegast að gera og svona. Og svo kveikna oft svona einhverja skemmtilega sögur hjá okkur og við ákváðum loksins að láta verða að því að láta eina þeirra koma á blað og vonandi verða bara margar í viðbót. Út af því að þessi dýr hvísla stundum svolítið að okkur, svona skemmtilega sögur. Og þessi saga kom reynda bara með þess að til mín bara miðanótt. Við dreymda eiginlega. Og við ákváðum að pröfa að skrifa hana. Þannig að við erum mjög spennt fyrir því að heyra hvort eitthvað finnst þú skemmtileg. En þetta eru svona aðal persónur í sögunni. Það er bæði Logi og Stampi og Lúkas líka, nefnilega. Það er Bróðir minn er Lúkas. í alvörunni, en skemmtilegt. Nema hann Lúkas nefnilega þegar hann á 3 vini sem heitir Eva og Sara. Já. Hann heitir Kitty. Aha. En Lúkas hann á vini sem heitir Eva og Sara og Oliver líka. Ég fyrir Evu. Og þau lentu því að finna þessi dýr í skóginum og hann Lúkas fann fyrst Loga og svo kom Stampi hann seinna til í sögunni, en honum finnst Logi og Stampi eru búin að vera eiginlega síðan þá eiginlega bestu vinir. Kannist þið eitthvað við þessi brögð sem þau eru með hérna? Já. Það er rétt. Hérna erum við sko með eldtráka og ef maður er svolítið duglegur að þjálfa eldtráka þá getur hann orðið eldsklummu. Og svo er halasvipa. Hann er að fá eldgrufu. Já, og eldhalasvipa líka ef maður er duglegur að nota halasvipuna. Og því maður verður ekkert flinkur í hlutunum nema maður æfir sér svolítið mikið í því, það er nokkuð. Það er nú ekki alltaf að æfa alla hæfileikana sína. Það er alltaf að æfa sig. Já, nákvæmlega. Og Stampi, hann er með svona áhlaup Hann stangar. og hann getur líka stangað. Og hann er með eitthvað sem heitir ógnarkrafs og ógnarrót þegar hann er rosalega flinkur. Opna lóð það. Mhm. Það verður hann. En stundum eru þeir að gleyma sér. Því maður á náttúrulega bara að vera að þjálfa sig og æfa sig. En maður á ekki að vera að beita einhverjum ógnarkrafti á vinnina sína. Og þeir eru að lenda svolítið í vandræðum. Ef að pröfa að lesa söguna. Er þið tilbúin? Já. Ok. Já, víst mest, hrópaði Logi áður en hann notaði eitt af brögðunum sínum. Eldtráki flaug hratt í átt að Stampa. Það er ekki rétt, ég á mest, hrópaði Stampi áður en hann gerði sig tilbúin fyrir eitt af brögðunum sínum. Er þetta í lagi? Já, og með horninu undan sér þá lagði hann af stað í áhlaup. Krass! Hvernig heldur það hafa heyrst? Ná, bóm, kannski. Hárdingur heyrðist þegar Stampi og Logi skullu saman. Hvað er í gangi? Hrópaði Lúkas og hljóp til þeirra. Þeir ætluðu ekkert að vera við einhverju svona látum á ströndinni. Þeir ætluðu bara að vera þjálfan dreitil sem kemur hann hlaupandi eftir Lúkasi. En það var eitthvað annað farið að gerast á ströndinni, sko. Stampi, Logi, við notum ekki brögðun okkar til þess að berjast, bara keppa, myndi Lúkas, þá Stampa og Loga á. Hvað gerðist með því Lúkas, Loga og Stampa? Ég á langmest, sagði Logi. Nei, ég! Bíddu, rólegir. Þegar Logi og Stampi höfðu róað sig niður, sagði Lúkas, mest af hverju? Hvað er í gangi hérna? Lúkas skildi ekki enn yfir hverju Logi og Stampi voru að rífast nefnilega. Þannig að hann spyr þá, hvað? Mest af hverju? Kókosnetum. Lúkas leit þangað sem Logi og Stampi horfðu báðir. Voru þið að safna kókosnetum, spurði Lúkas. Já, og ég á mest, sagði Stampi. Ekki satt. Erum við stundum líka eitthvað svona kýta þegar við erum ekki viss um hvað er rétt? Ég var ekki að gera. Nei,
Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegast og blikkandi. Hei, þið þurfið ekkert að rífast. Við getum bara talið og komist að því hver á mest. Nei. Og segir Logi, nei, það er ómögulegt. Ha? Af hverju er það ómögulegt, spurði Lúkas. Það eru svo margar. Getur maður að vera svolítið erfitt að telja þegar það er mikið að gerast. Margt af einhverju, svo þegar maður er með alla legoköpunum sína heima eða eitthvað. Og það er bara alveg fullt, eða rúsínupakki. Það er rosalega margar rúsínur í rúsínupakka. En ég haldið að Lúkas geti hjálpað þeim. Já. Það? Það eru mjög margar, en það er ekkert ómögulegt. Það er ekki ómögulegt að telja neitt. Maður þarf bara stundum að beita einhverja aðferð til þess að finna einhverja leið til þess að gera það auðveldara. En það var 8. Nákvæmlega. Eigum við að byrja að telja þínar kókosnötur, spyr hann Loga. Já. Talningin byrjaði rosalega vel. Þeir færðu eina kókosnötu yfir í nýja hrúgu. 10, 11, 13 flýtti Logi sér að telja. Hann svindlar, hrópar Stampi. Ég er ekki að svindla, svaraði Logi reiður. Jú víst, svaraði Stampi enn reiðari. 13 kemur ekki á eftir 11. Vitið þið hvað kemur á eftir 11? Já, 12. 12, nákvæmlega, kemur ekki 13. Víst, svaraði samt Logi alveg öskuillur. Þetta er eiginlega rétt hjá Stampa, sagði Lúkas. 12 kemur á eftir 11, alveg svo þið vissuð. Ó, svaraði Logi. Ég vissi það sko alveg. Ég held að hann þori ekki að viðurkenna að hann hafi ruglast. Hvað heldur þið? Við skulum bara byrja aftur. Og nú gekk talningin vel. Alveg upp í 13. 11, 12, 13, 18. Sagði Logi. Nei, kemur 18 okkur eftir 13? Nei, ég er alveg að ruglast sko. Nákvæmlega. 14 kemur nefnilega eftir. Og honum Stampa finnst þetta svolítið fyndið. Hann bara leggst í jörðina og skellihlær. Logi kann ekki að telja. Víst kann ég að telja, svaraði Logi svo reiður að hann kveikti í hrúgunni sinni. Hann var svolítið sár. Stundum þegar maður gerir eitthvað sem mann langar ekki að hafa gert, þá verður maður kannski svolítið reiður. Hei, hættum þessu, segir Lúkas, til þess að róa vinina. Við þurfum kannski bara aðra aðferð. Því að Logi þarf kannski aðeins að æfast betur að telja, svona þegar komið svo mikið magn. Reitil, getur þú slökkt í kókoskúlunum, spyr hann til Reitil vinnara. Vitið af hverju? Kókosnetunum, nákvæmlega. Það var nefnilega eldur og það væri svolítið vont þegar maður bara brenna. En Reitil, hann er nefnilega með svona vatnsbrauð. Þannig að hann sprautar vatni og slekkur eldinn. En ég á stærðugnarsveitir. Hann er líka til. Við skulum búa til hrúgur af 10 kókosnetum því að þið eru báðir mjög flinkir að telja upp í 10. Stakk Lúkas upp á. Við getum svo talið saman hver á fleiri hrúgur þegar þið eru búnir, bætti Lúkas við. Það getur hjálpað okkur að finna út hvor ykkar á fleiri kókosnetur. Haldið þið að þeim takist það? Já. Er það? Já. Ég held það líka. En ef við ekki kveikt í kókosnetum, þá fengist 23. Kannski. Stampi og Logi samþykkt að prófa hugmyndir hans Lúkasar. Þeir hófust handa við að skipta kókosnetunum niður í hrúgur. 10 kókosnetur í hverja hrúgu. Sjáðu hvað er komið margar hrúgur? Já. Hvað er komið margar hrúgur þarna? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hrúgur sýnist mér. Það er svolítið mikið af kókosnetum. Nei, 1, 2, 5. Þegar bæði Logi og Stampi höfðu klárað að skipta kókosnetunum sínum upp, þá hjálpaði Lúkas þeim að telja hrúgurnar. Logi, þú átt 1 hrúgu, 2 hrúgur, 3 hrúgur og 1, 2, 3 kókosnetur til viðbótar. Það er svolítið mikið. Það er 33. Og Stampi, þú átt 1 hrúgu, 2 hrúgur, 3 hrúgur, 4 hrúgur og 1 staka kókosnetu, taldi Lúkas svo fyrir Stampa.
Þú átt á fleiri kókosnetur, Stampi, sagði Lúkas. Ég sagði þér það. Ég á miklu fleiri, ég á mest, bætti Stampi við. Hann er svolítið glaður. Haldið það ekki? Hann er svolítið að monta sig nákvæmlega. Það er kannski ekkert sérstaklega skemmtilegt þegar maður á ekki mest, þegar maður er hinn aðilinn. Og það er nefnilega það sem gerðist. Nú var Logi bara svolítið reiður, hann var mjög reiður. Ég átti mest en þú lést mig kveiki í þeim, sagði hann. Ég gerði það ekki, segir Stampi. Víst, þú lést mig gera það. Ekki satt, þú gerði það sjálfur, segir Stampi. Lúkas leit á brunarhúfuna hans Loga og gerði sér grein fyrir að líklega hafði Logi rétt fyrir sér. Logi hefði örugglega átt fleiri kókosnötur en Stampi ef hann hefði ekki kveikt í hrúgunni. Ha, þetta gengur ekki, segir Lúkas. Við Loga og Stampa sem voru farnir að rífast. Eru þið ekki vinir? Eigum við ekki bara að finna út hve margar kókosnötur Logi þarf í viðbót svo þið eigi bara báðir jafnt. Er það ekki svolítið best þegar maður eru vinir? Að vera bara svolítið að skipta jafnt á milli sín. Það er nefnilega ekkert gaman að vera að rífast við vinir sína, er það nokkuð? Það er ekki skemmtilegt. Það er til nóg af kókosnötum hérna nefnilega á ströndinni. Stampi horfði á Loga og sá hvað hann var leiður við brenndu kókosnötunum sínum. Ég er til, segir Stampi. Það skiptir hann nefnilega meira máli að Logi væri vinur sinn en að vinna þessa keppni. Frábært, sagði Lúkas feginn. Hann var farin að hafa áhyggjur af því að Logi og Stampi myndu bara hætta að vera vinir, fyrst að vera að rífast svo mikið. Stampi, þú ert með 4 hrúgur af 10 kókosnötum og 1 staka kókosnötu. Það eru 41 kókosnöta. Nákvæmlega, 41. Logi, þú átt 3 hrúgar af 10 kókosnötum og 3 stakar kókosnötur. Það eru 33 kókosnötur. Eigum við að telja saman hve margar kókosnötur eru á milli? Já. Það er nefnilega frá 33 kemur 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Vitið þið hvað þetta er mikið? 8, nákvæmlega. Þannig að á þá Stampi 8 kókosnötum meira heldur en Logi? Já. Það er rétt, sagði Lúkas glaður. Eigum við að finna 8 kókosnötur í viðbót fyrir þig, Logi? Spurði Lúkas á Stampa, Loga og Dreitil. Þá eigið þið bara jafn margir hver. Hann má líka bara fá 4 frá mér. Stampi upp á. Eigum við þá ekki jafnt? Já. Getur það verið ef við tökum 4 af 8? 1, 2, 3, 4. Hvað er margar eftir? 4. Líka 4. Ég vissi að 4. Já, það er 8. Alveg rétt hjá þér, Stampi, sagði Lúkas og leit undrandi á Stampa. Lúkas var glaður yfir vinsemd Stampa. Það var ekki alltaf sem vinsemdin vann keppnisskapi í þessum vinum. En vitið hvað hérna Logi segir þá? Eigum við ekki bara að eiga þar allar saman? Þá eigum við ógeðslega margar. Er það ekki? Eigum við ekki miklu meira ef við eiga það bara saman? Þá á þeir 70 eitthvað. Kannski. Ég er til í það, sagði Stampi glaður. Fannst þetta ekki góð lausn hjá vinunum? Já. Er ekki miklu skemmtilega að eiga eitthvað skemmtilegt með vinum sínum heldur en að vera að rífast við hann? Mér finnst það allan skemmtilegra. Ég líka. Hvernig finnst ykkur þessi saga? Skemmtilega. Það er gott að heyra.